Já, hressandi byrjun, góða kvöldi og velkomin í guðsþjónustu í Lindakirkju. Það að sjálfsögðu kór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarssonar sem leiði sönginn í kvöld, en þið takið endilega undir þegar við á. Við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman upphafsbænar. Við segjum nafn Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapaður minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð iðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það á Guð fyrir Jesú Krist. Amen.
Drottinn miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Drottinn miskunna þú oss. Það er ekki lag núna, það er nokkuð. Heyri, þá er það fyrir ritningalesturinn, hann er úr síðari Samúelsbók og hljóðar svo. Drottinn, bjarg mitt og vígi, frelsari minn, Guð minn, hellubjarg mitt þar sem ég leita hælis, skjöldur minn og horn hjálpræðis míns, háborg mín og hæli, frelsari minn sem bjargar mér undan ofríki. Lofaður sé Drottinn, hrópa ég, og bjargast frá fjandmönnum mínum. Hólskeflur dauðans umluktu mig, eyðandi fljót skeldu mig, bönd heljar hertust að mér, snörur dauðans ógnuðu mér. Í angist minni kallaði ég á Drottinn, til Guðs míns hrópaði ég. Hann heyrði hróp mitt í helgidómi sínum, óp mitt barst honum til eyrna. Já, þú ert lampi minn, Drottinn. Drottinn lýsir mér í myrkrinu. Með þinni hjálp brýt ég borgarveggi, með Guði mínum stekki yfir múra. Vegur Guðs er lítalaus, orð Drottins er áreiðanlegt, skjöldur er hann öllum sem leita hælis hjá honum. Hver er Guð nema Drottinn? Hver er bjarg nema Guð vor? Guð er mitt trausta vígi, hann greiddi mér götu sína. Þú gerðir hjálp þína að skildi mínum, heit þitt gerði mig mikinn. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Síðari ritningalesturinn er úr Rómverjabréfinu. Ég minni ykkur systkin á að hafa gát á þeim sem vekja sundurþykki og tæla frá þeirri kenningu sem þið hafi numið. Sneiðið hjá þeim. Slíkir menn þjóna ekki Drottni vorum Kristi, heldur eigin maga, og með blíðmælum og fagur gala blekkja þeir hjörtur hrekklausra manna. En hlýðinni ykkar er alkunn orðin, því er ég glaður yfir ykkur og vil að þið séu vitur í því sem gott er, en fákunnandi í því sem illt er. Guð friðarins mun bráðlega sundurmóla Satan undir fótum ykkar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og þá fáum við lagið Góði Guð er í bið. Nú er að nálgast skemmtilegsti tími hjá Kórlindakirkju hverju ári. Það eru fermingarnar. Það eru framöndan 9 fermingar næstu 3 helgar. Þannig að kórinn verður hérna syngjandi allar helgar næstu, fram að páskum. Og það er eitt lag sem við syngjum alltaf í fermingunum, búið að gera það alveg síðan ég byrjaði og þar á undan síðan að kirkjan byrjaði ekki rétt hjá mér. Er einhver hérna frá upphafi? Er ekki? Þetta er alltaf sungið. Það er búið að syngja þetta í 20 ár. Þetta lag, svo ætlum að syngja fyrir ykkur núna. Góði Guð er í bið. Þannig að við fáum að æfa okkur eins í leiðinu og þið fáum að njóta þess að hlusta á þetta fallega lag. Alla
Þá með þið sem er auðvelt með rísa fætur og heyrum heilagt Guðspjall. Nú fóru páskar gyðinga í hönd og Jesús hélt upp til Jerúsalem. Þar sá hann í helgidóminum þá seldu naut, sauði og dúfur og víxlarna sem sátu þar. Þá gerði hann sér svipu úr köðlum og rak alla út úr helgidóminum, líka sauðina og nautin. Hann steypti niður í peningum víxlarana og hratt borðum þeirra og við dúfnasalana sagði hann, burt með þetta héðan, geri ekki hús föður míns að sölubúð. Lærisveinum hans kom í hug að rita þér, vandlæting vegna hús þíns mun tæra mig upp. Ráðamenn gyðinga sögðu við hann, hvaða tákn getur þú sýnt okkur það að þú meir gera þetta? Jesús svaraði þeim, brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Þá sögðu þeir, þetta musteri hefur verið 46 ár í smíðum og þú ætlar að reisa það á 3 dögum. En Jesús var að tala musteri líkama síns. Þegar hann var risinn upp frá dauðum minntust lærisveinar hans að hann hafi sagt þetta og þeir trúðu ritningunni og orðinu sem Jesús hafi talað. Og þannig hljóðar heilaga Guðspjall. Og við stöndum áfram og játum trúna. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, drottin vorn, sem getin af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Fá okkur sæti. Ég veit ekki hvað þið muni eftir því sem eru svona fastagestir hérna í Lindakirkju að við byrjum í haust að spila fyrir ykkur nýja sálma svona af og til, einu sinni í viku eða eitthvað. Svo kom jólin og allt fór í æfi eitthvað allt annað. En nú ætlum við að flytja fyrir ykkur sálm sem við höfum aldrei sungið áður og hann er ekki nema 500 ára gamall, þannig að hann er mjög gamall en opbáslega fallegu texti sem passaði mitt við Guðspjall dagsins í dag. Hann heitir Frá þér faðir þrek og vit, svo ég kannski bara spila einu sinni í gegn sálminn áður en við syngjum hann. Hann spila einu sinni yfir hann og þá átti ykkur á því. Textin kemur upp og svo syngjum ég með. Faðir
Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði Föður og drottni Jesú Kristi. Það er ekki oft sem við sjáum þessa hlið á Jesú. Jesús var reiður. Hún var ofboðið og hann fór ekki leynt með það. Við erum að tala að hann gerði sér svipu úr köðlum og rak alla út úr helgidóminum. Og líka öll dýrin. Þetta voru fórna dýrin sem áttu að fórna og þannig frelsaði þau líklega frá örlugum sínum í leiðinni. En Jesús hratt borðum vígslarana og steypti niður peningum þeirra og sagði þeim að gera ekki hús föður síns að sölubúð eða ræningjabæli eins og orðað í hinum guðspjöllunum. Svo segir frá því seinna að blindir og haltir hafi komið til Jesú helgidóminum og hann læknaði þá. En af hverju varð Jesús svona reiður? Þetta hafði tíðkast lengi. Gyðingar færðu Guði fórnir eins og stóð í lögmálinu. Og margir komu langt að og gátu þess vegna ekki haft dýrin með sér alla leiðina og enn aðrir átti ekki búfénað og þurftu því að kaupa fórnardýrin á staðnum. Og þess vegna þetta þróast þannig að musteri var orðið eins og sölubúð. Og sölumennir svindluðu án efa á fólkinu og okruðu og féflettu fólkið. Og þetta var raunin svo með aflátsbréfin seinna meir. Þegar kirkjan seldi saklausu fólki aflátsbréf, svo það kæmi svona örugglega inn í himnaríki. En Jesú ofbauð þessi hegðun. Hún fannst þetta vera misnotkun á trúarlífi og trausti fólks. Og ráðamönnum gyðinga stóð ógn af Jesú, því hann fór að þeirra mati ekki alltaf eftir lögmálinu og þeir voru alltaf að reyna að hanga hann á einhverju. Eins og eitt skipti þegar hann læknaði mann á hvíldardeginum, sem var náttúrulega harðbannað. En þá benti Jesús bara á að hvíldardagurinn var til mannsins vegna, en ekki öfugt. Þegar lögmál gyðinga, það var fullt af alls konar reglum, boðum og bönnum. En Jesús hann var mikið fyrir það einfalda hlutina. Þess vegna tók hann bara allt lögmálið, öll boðorðin, allar reglunar, sameinaði þetta í tvöfalda kærleiksboðorðið. Elskaðu Guð og elskaðu náungan eins og sjálfa þig. Þetta er ekki flóknara en það, krakkar mínir. Jesús reyndi ítrekað með orðum sínum og gjörðum að leiðrétta guðsmynd þeirra sem trúðu á refsandi Guð. Við þurfum ekki að færa Guði fórnir til að öðlast elsku hans. Og við þurfum heldur ekki einhverja milliliði á milli okkar og Guðs. Jesús kenndi okkur faðirvorið og sagði okkur að biðja þannig, tala við Guð bara eins og elskandi föður eða foreldri. Og Jesús sýndi okkur með lífi sínu, dauða og upprissu, að Guð elskar okkur hvert og eitt og vill eiga í persónlegu sambandi við okkur. Og Jesús kom ekki hingað til að láta þjóna sér, heldur til að þjóna öðrum og hjálpa og hugga og mæta okkur þar sem við erum stödd. Og það eigum við líka að gera gagnvart hvert öðru. En mér langar að tala meira innan reiða Jesú. Mér fannst rosa gott að sjá þessa hlið á honum. Þetta við erum vön að sjá blíða, góða Jesú, þá hlið. En þarna var hún nóg boðið. Hefur ykkur gengt að liði þannig? Þau bara alveg verið búin að fá nóg. Ég hef allan verið þar. Og það má alveg. Og Jesús var bálreiður. Hann sagði bara stopp, hingað og ekki lengra. Og reiði er, notabenni, bara eðlilegt viðbragð við óréttlæti, svikum eða einhvers konar ilsku. Og Jesús þurfti að ná athygli manna og koma þeim í skilning að þetta var ekki í boði. Og því miður verður alltaf til fólk í heiminum sem nýtir sér neyð annara, beitir annað fólk ofbeldi, svindlar á fólki, leggur einelti eða kemur illa fram á einhvern hátt. Og ef við verðum vitni að slíku, hvað ætlum við að gera?
Ætlum að standa þögul hjá og horfa í hináttina? Það er rosalega auðvelt. Eða ætlum að segja bara stopp, hingað og ekki lengra. Kannski er eitthvað í gangi í ykkar lífi eða ykkar nánustu sem þið vitið sem er ekki í lagi. Er einhver sem kemur illa fram við ástvinni ykkar, vini eða jafnvel ykkur sjálf. Og ef til vill óttist þið að setja viðkomandi mörk og kannski eru bara aðstæður þannig að það er bara best að fara einhver aðra leið. Og ef að svo er, þá vil ég hvetja ykkur til að allavega segja einhverjum frá. Biðjum aðstoð, því það er fyrsta skrefið. En við skulum biðja. Góði Guð, takk fyrir að þú komst til okkar í Jesú Kristi og gafst okkur þannig frelsara, leiðtoga og bestu fyrirmyndina. Viltu opna hjörtu okkar og augu fyrir neyð náungans og gefa okkur hugrekki til að standa gegn hvers kyns óréttlæti. Viltu hjálpa okkur að vera hendur þínar og fætur á jörðinni, öðrum til blessunar og þér til dýrðar. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Og dýrð sé Guði Föður, Syni og Heilögum Anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen.
Katrín Valdís, menglaröddina. Heyrðu, þá koma bænastund og við höfum þann háttinn á hérna í Lindakirkju. Við eigum bara hvert og eitt hljóðastund sem við berum fram til bænarefni sem á okkur hvíla í hljóðri bæn og meðan syngur kórinn. Ég vil líka benda bænaltari hérna aftast. Það er hægt að kveikja á kertum fyrir bænarefnum eða skrifa bænarefni á miða og stinga í raufin á altarinu. Svo er beðið fyrir öllum bænarefnum hérna á 50. morgnum. Alleluia.
Guð, uppspretta ljósins, þú opnar augu okkar svo að við getum séð í gegnum hið óútskýrða og þorum að trúa þrátt fyrir óöryggi. Hjálpa þú okkur að taka eftir ljósinu sem að lýsir okkur í Jesú Kristi og hrekur hverskins nótt á brott, því að hann ljós okkar að eilífu. Og Drottinn, þú þekkir okkur hvert og eitt, þú veist hvað hvílir á okkur og ég biðjum að mæta okkur á þann hátt sem við þurfum. Viltu koma með huggun þar sem hennar þörf, koma með lækningu þar sem hennar þörf, Drottinn. Viltu koma með hugrekki og nýja vonin í líf okkar, Drottinn. Og við biðjum einnig fyrir þeim bænarefnum sem hafa borist okkur í Lindakirkju. Við biðjum fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma, sorg, fjárhagsáhyggjur, einsemd. Og allar bænir okkar felum í bænir sem þú kendir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunaut. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Það fer að líða lokum hjá okkur, en mér langar að koma með smá auglýsingu. Þið vitið að við erum, kirkjan náttúrulega ennþá bara í byggingu. Það verður vonandi ekki 46 ár í byggingu, vonum verður tilbúin eitthvað fyrr. En við erum að safna fyrir lyftu, svo að það verði aðgengi fyrir alla í, að nota kjallarann. Og það er svo erfitt að bjóða upp á okkur starf þar sem að, er ekki, að komast ekki allir niður. Og sumir nota, hjólastól eða hvað annað. Þannig að við viljum að allir geti haft aðgengi að kjallaranum og svo náttúrulega fáum við lyftu upp í topp, þar sem er bara æðislegt útsýni yfir alla borgina. Og við erum með hennar lyftusjóð og nú er þetta komið, eins og við sjáum hérna, þetta skanna, þennan QR-kóða og ef þið viljið leggja þessu lið. Þetta er engin kvöð og þetta er ekki engin skylda, bara ef þið viljið taka þátt í þessu. Hvað er það? 45 sekúndur og 500 krónur. Það var þetta að skanna þetta. Ég veit ekki hvort það virkar á skjánum, en það er allar að plaggut frammi og svo er þetta á heimasíðunni líka. Þannig að, veit ég hvort það virkar? Virkar að taka mynd af skjánum? Eða þannig? Ok, ég held að það er ekki nógu skýrt. Það er æði, en það er allan búin að koma þessu frá. Og þið sem treyst ykkur til með rís á fætur og þykir blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásýn lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Jesú blessa nafni. Amen. Og þá er loka lagið, það ekki? Gísli Stuð. Við vorum í morgun að syngja hjá Kristabænsambandi, í Salt, trúfélaginu Salt og Gísli fór á kostið þar og hluti af kórnum við sungum þar í morgun og höfum mjög gaman að. Og næsta sundag, alltaf að segja frá því, þá fáum við að sjá svolítið þverskurða tónlistarlíf í kirkjuna. Þá verður barna- og unglingakórinn að syngja fullt af lögum og það er nú ekkert smáræðis músikstarfi hér í kirkjunni. Þið sáu kannski Eurovision á laugardaginn var, þar voru fullt af fulltrúum Lindakirkju. Strákarnir stóðu sér frábærlega í væp. Svo var ein okkar kórfélagi í bakgröndum með Heru sem vann, þannig að hún er væntanlega að fara með henni út og síðan var náttúrulega Diljá með alveg meiri háttar innkomi líka. Það er verið að framleiða hérna. Við framleiðum Eurovision bara. Já, ekki bara Eurovision, bara tónlistarfólk. Kannar mæti næsta sundag, kórinn er í fríi en þau mæta samt og ætla að hlusta á börnin syngja því að þau öll börnin í kórnum megnaði mikið af þeim. En Jesus is the answer, við ætlum að enda með það hér og þið syngja endilega með, endilega fá kór úr sal. Jesus is the answer for the world.
traces of discouragement and peace you cannot find. Reflections of the old past, they seem to face you every day. There's one thing I know for sure, Jesus is the way. Let me hear now. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. I know you got mountains that you think you cannot climb. I know that your sky's been dark and you think the sun won't shine. In case you don't know, I'm here to tell you that the word of God is true, and everything that he promised, he will do it for you. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Oh. Jesus, he is the answer for the world today. Above him there's no other. Oh, Jesus, he is the answer for the world today. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. 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 Jesus is the Heyrðu, bara takk Gísli og takk fallega ballerínan sem dansaði hérna fremst og takk þið fyrir komuna og kveðji bara eins venlega, förum í friði og þjónum drottni með gleði. Já, gerum það!